Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar þann 21. nóvember 2017. Þetta er 18. fundur ársins og fundur númer 3423. Fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Þá var það fyrsti dagskrárliður. Holtahverfi austan Krossanesbrautar, deiliskipulag. Ingibjörg Ólöf, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er annar liður í fundargerð skipulagsráðs, dagsett 15. nóvember síðastliðinn. Lögðu fram skipulagslýsing fyrir deiluskipulag Holtahverfis austan Krossanesbrautar, dagsett 18. október 2017 og er unnin af Arnþóri Tryggvasyni hjá AFH. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði kynnt almenningi og leita verði umsagnar skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila hana. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur beðið orðið. Ágæti forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Mér er ljúft og skylt að koma hérna upp aðeins og tala aðeins lítilega um þetta en ég satt í þeim vinnuhópi sem lagði grunn að þeirri skipulagslýsingu sem hér liggur fyrir og þar vil ég vekja athygli sérstaklega á blaðsíðu 9 í skipulagslýsingunni þar sem áherslur vinnuhópsins koma einmitt fram og þar eru markmið sem sagt að skapa þarna lágreista byggð í samspili við þær klappir sem einkenna Akureyri og sjóinn og smábátahöfnina sem er fyrir neðan hverfið. Þannig að það sem við erum að horfa á er að búa til einhvers konar bryggjukverfi sem talast á við bótina og færir íbúabyggð nær bótinu og þar er leiðandi lífið þar og því smábátahöfnasvæðinu verði þarna í tengslum við bæinn, íbúasvæði bæjarins, göngustíga, hjólaleiðir og ýmislegt annað. Það sem í þessu felst er síðan að Krossanesbrautin sem núna er tiltölulega þung umferðaræð þarna í gegnum svæðið, henni verður þá, eða þess að umferð verður beint af henni og inn á þjóðveg 1, þungaflutningu þar að segja, og síðan verður hugað við á tengingum yfir þá Krossanesbrautina og undir hana með öllum leiðum til þess að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda þarna. Þetta verður miðlungsþéttleiki byggðarinnar, einbýli og tvíbýli þarna í bland og svo verslun og þjónusta verður á ás hérna frá Bónus og niður í bótina en öðru leyti verður þetta íbúðasvæði. Og eins og ég segi, áherslan er á að bæta þá ásýnd og götumynd Krossanesbrautarinnar og þessa svæðis alls og koma þar íbúðum nær og í meira návi við sjóinn. Það er svona helst kannski í þessu og er áhugavert og metnaðarfullt að því leyti. Takk. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka Edvard Hæbens fyrir þessa stuttu kynningu á þessari tillögu sem skipulagsráð samþykkti á fundi sínum daginn. Þar var reyndar bókað af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Sigurjóns Jóhannessonar athugasemd það að það þyrfti kannski að klára og ákveða hvernig þessir þungaflutningar eða þessi þunga umferð yrði leyst hér innanbæjar. Því að hingað til hefur verið gert ráð fyrir því að þessi umferð fari Krossanesbrautina niður að athafnasvæðinu við hafnirnar og þetta er töluverð umferð sem þarf einhvern veginn að leysa og eins og þetta hljómar núna að þá er verið að tala það að setja þessa umferð þá niður á Hörgárbrautinu og Glerárgötuna og spurningin er þá líka þessi hvar fer hún þá niður á höfn og hvernig ætla menn að leysa það? Það kemur allavega ekki fram í þessum pælingum sem þarna liggja á borðinu og það væri kannski ágætt að fá að heyra það hvaða umræða hefur raun átt sér stað þessa lausn í skipulagsráði. Við erum nú svo heppin að vera með fulltrúa þaðan akkúrat hér á fundinu núna. En þetta er kannski eitt af því sem að við tökum undir með Sigurjóni, Sjálfstæðismenn og höfum smá áhyggjur af. Það er hvernig menn ætla að fara í þessa breytingu. Það er náttúrulega alveg ljóst á sínum tíma þegar að þessi byggingarreiti voru settir inn í aðalskipulagið á sínum tíma. Þá var gert ráð fyrir því að þarna yrði byggð sem að taki þá mið af eldri borgurum
50 ára plús og tala búmenn á sín tíma, meðal annars vegna þess að menn töldu sig ekki geta leyst gönguleiðir fyrir skólabörn af þessu svæði og þá upp í Glerárskóla svo öruggt væri. Og þetta náttúrulega ennþá í sjálfu sér óleyst hvort sem færir umferðina af Krossanesbrautinu upp á Hörgárbrautinu og Glerárgötuna eða heldur en áfram á Krossanesbrautinni. Þannig að þetta heljarinnar verkefni að leysa þetta mál og mikið öryggisatriði ef á að fara að setja niður byggðarna. Svo langar við til að spyrja líka í framhaldi, með leyfi forseta, hvort það sé gert ráð fyrir einhverjum fjölbýlishúsum. Ég sá ekki betur á þessu svæði og þá hvar á svæðinu menn að velta því fyrir sér. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í loki máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur beðið orðið. Já, virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, þakka Gunnari fyrir spurningu og ábendingu og einmitt umræðu umferðarmálin sem mikilvæg og skiptir auðvitað miklu máli. Og það rétt sem kom fram að Sigurjón, fulltrúi sjálfstæðismanna í skipulagsráði, bókaði þetta. Ég lít svo á auðvitað að það að setja þessa skipulagslýsingu fram og hefja vinnu við þéttingu byggðar á þessum tiltekna reit, að þá fáum við af stað þá vinnu sem nauðsynleg við það að skilgreina og skipuleggja þungaflutninga í gegnum bæinn. Það gengur auðvitað ekki að við höfum þungaflutningana bara hvar sem í bænum eða hvar svo sem að þeir leita minnstra mótstöðu og við þurfum auðvitað að skipuleggja það og átta okkur á því að útbúa akstursleiðir í gegnum bæinn þannig að það fari vel á þungaflutningunum sem nauðsynlegir eru hér í gegn. Bæjarfulltrúi Gunnar spurði sérstaklega því hvernig þetta leyst með samspiltu við höfnina. Það sem hefur verið rætt í skipulagsráðinu í að því leitinu er sem sagt gatnamótin Tryggvabraut Hörgárbraut sem stendur til að stækka og breyta og þar þá gert ráð fyrir að þungaumferðin einhverju leyti fari þar niður og áfram niður á höfnina. Það tengist þá aftur rammaskipulagi Oddeyrarinnar og þar leiðandi breytingum á Laufásgötunni sem að við viljum sjá komi í beinna framhaldi af þeim götum sem þarna eru og svo jafnframt má horfa á gatnamóti við Undirhlíð sem sagt hvernig þau geta þá miðlað umferð niður á Eyrina og þá aftur í samspili við Laufásgötuna eins og hún í þá bein niður á höfn. Í dag sér klikkur á henni sem það þyrfti ekki að vera. Þannig að það eru leiðir í þessu sem við höfum rætt og viljum sjá en aðalatriður auðvitað að þungaumferðin sé ekki að fara á mörgum stöðum í gegnum bæinn heldur fari helst á einum staði í gegnum bæinn og þar lendi skapi forsendur fyrir byggðina. Þá kemur auðvitað upp spurningin að hvort sem umferðin á Krossanesbraut eða Hörgárbrautinni að þá blasir við að börn þurfa að fara yfir til þess að komast í þann skóla sem þá hverfisskóli þessa hverfis. Og þar kemur inn annað skipulagsmál sem á Melgerðisásnum og göngustígagerð meðfram austan við Þórssvæðið þar sem þyrfti að koma stígur í raun sem þá í beinu framhaldi af öðru stígakerfi sem tengdist á svæðinu bein. Með öðrum orðum það þarf að búa til sem beinar gönguleiðir frá þessu svæði og beint áfram yfir á Glerárskóla og því ekkert að hafa mjög margar hlykki á þeim leiðum vegna þess að þá eru leiðin orðin ansi löng. Og það erum við byrjað að hugsa í skipulagi Melgerðisásins sérstaklega í því tilfelli og svo auðvitað að fjölga þá undirgöngum undir Hörgárbrautina eins og kostur þar sem hægt En þetta eru vissulega stór verkefni en ég held að sé ekki seinna vænna að fara að huga að þeim núna bæði með það fyrir augum að ná þá fram að þétta byggðina eins og við höfum öll sem markmið hér og við erum öll sammála held ég. Með því markmiði að beina þungaumferðinum eina aðalæði gegnum bæinn þannig að vel fari á því, bæði með tilliti til hávaða og mengunar og ýmislegt annars og öryggis og sjálfsögðu. Og svo ekki síst að núna, og þetta mögulegt ekki síst núna út af því að Krossanessvæðið orðið betur tengt við umferðarkerfið, þar að segja þetta var eina leiðin af Krossanessvæðinu lengi vel, þangað til að Óðinsnesi var tengt upp á þjóðveginn við Bíkó. Þannig að núna eru fleiri leiðir af Krossanesi og það bara að gera að við förum þá að huga því að beina þungaumferðinni burt úr þessu sem getur orðið mjög flott sem sagt bryggjuhverfi. Ég held að ég hafi svarað öllu sem kom fram af mínu viti. En eins og ég segi, markmiðin eru þétta byggð búa til aðlaðandi bryggjuhverfi þarna og hafa þungaumferðina á einum tilgreindu stað í bænum og gera þá ráðferðinni þar. Takk. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi
Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið um orðið. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla í rauninni bara að koma inn á sama atrið og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á og það eru þungaflutningarnir. Í þessar skipulagslýsingu þá er þeim beint inn á Hörgabrautina. Allan eins og staðan í dag er ekki sannfærð um að það sé rétta lausnin, en samt sem áður fara núna Krossanesbrautina, en það er líka, þær aðstæður sem eru þar í dag eru heldur ekki góðar. Því að brekkan þar niður eru frekar brött og gatnamótin við Krossanesbrautar og Óseyri eru frekar hættuleg í hálku því að þau þungaflutningabílarnir koma þar á miklu hraða og þannig að það hafa verið ljótir árekstrar á þeim gatnamótum, þannig að hvort sem að við beinum þungaflutningunni yfir á Hörgabrautina ekki, þá þurfum við samt að hafa það í huga við þessa vinnu að aðstæður í dag eru heldur ekki til fyrirmyndar. En eins og segi, ég hefði, því það kemur fram í skipulagslýsinguna að hugmyndir sé að flytja, þá er ég ekki allan eins og staðan í dag sannfærð um að það sé rétta leið. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta ætla nú kannski ekki að vera að skipta mikið að þessu umræðu, en hins vegar finnst mér í rauninni að það hafa komið fram ágætlega í máli bæjarfulltrúa Edvards að menn væri að myndu leita lausna, og það meðal annars kemur fram í pleggjunni, ekki satt á blaðsíðu 9 eins og bent á að menn væri að tala um að beina umferðin eftir þjóðvegi 1, þar að segja Hörgárbrautina og síðan Glerárgötuna. Þetta er í rauninni sem sagt leiðir sem er þjóðvegi 1, og þarna erum við með betri aðstæður held ég að mörgu leyti heldur en á Hörgárbrautinu, og bæjarfulltrúi Eva kom akkurat inn á það hérna áðan og hún sagði það væri vandamál við Óseyrinn, það sem var að koma eftir ég get ekki betur skilið eftir það sem var að koma niður Krossanesbrautina sem menn eru að keyra í dag. Þar eru vandamál, það er brött brekka þar niður, en ég held að hinn bara leiðis það er öllu botni hvort bara betri fyrir þungaumferð, og ef menn taka til í Tryggvabrautinu og gatnamótunum þar, þá held ég að þetta getur bara lausn sem er ásættanleg. En ég treysti mönnum bara til að fara líka á eins og bæjarfulltrúi bent hjá að þá skal ég segja fara þá menn í kjölfarið þessu að leita að lausnum í þessu. Þessi lausnir sem eru í dag eru ekki ásættanlegar, menn þurfa þá að finna réttu leiðin í þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið um orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom einmitt inn á annar stað sem er Tryggvabrautin. Auðvitað þurfum að taka til þar og ég margoft bent á það, en ef við ætlum að beina umferðinni þar allarleið þangað niður en ekki undir hlíðina, þá erum við líka komin á hættulegustu gatnamót bæjarins, þar sem eru langflestu árekstrar í dag. Þannig að með það inn í myndinni tel ég ennþá síður við eigum að fara þessa leið heldur en hina. Bæjarfulltrúi Edvard benti á undir hlíðina að fara þá leið og síðan niður, en þá erum við samt með brekkuna, þannig að hvora leiðina sem við förum þá þurfum við að leita lausna. En ég ennþá er ég á þeirri skoðu að fara inn á þjóðveg 1 sé ekki betri lausni. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvesst til hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs vinsælst gefið merki. Það er samþykkt samhljóða, 11 atkvæðum.